Góðan daginn, Vestfirðir. Gaman að vera hérna í beinni sérstaklega til ykkar því að ég kem að vestan og er stolt af þeim uppruna og því hefur verið haldið að mér alla tíð. En hérna ég er búin að læra í þessu forsetaframboði meira uppruna minn heldur en ég vissi áður. Ég hef reyndar verið vaxandi áhugasöm það í langa tíð. Við verðum víst að verða ákveðið gömul áður en við förum að kanna uppruna okkar, en hann skiptir alveg ótrúlega miklu máli. Ég hef alla tíð verið mjög hrifin af Vestfjörðum, náttúrunni og öllu sem þar en í heimsókn minni, sem var fyrsta heimsóknin mín út á land eftir að ég bauð mig fram til forseta, þá var ég ekki síður hrifin af fólkinu sem ég hitti fyrir. Og alls það sem ég fer á ferðalagi minn allt land og þegar ég heimsótti til dæmis eldri borgara síðustu 3 daga á Hrafnistu, að alls staðar er fólk svo stolt að ég eiga vestfirskan uppruna. En það var eitt sem ég lærði sem að ég vissi ekki áður en ég bauð mig fram og það er að sagan segir víst að þú verðir að eiga vestfirskan uppruna ef þú ætlar að verða forseti. Þannig að ég treysti því að ég eigi vini og stuðningsfólk á Vestfjörðum og langar að segja ykkur hvaðan ég kem og hvert mitt fólk er og rifja aðeins upp heimsókn minna sem því miður var bara á norðanverða Vestfirði. Við ætluðum að koma á sunnanverða Vestfirði en það var eins og þið þekki vel, samgöngu vandamál þar á ferð. Svo ætlaði ég að reyna að bæta því við núna en ég ætla að vera bara hreinskilin og heiðarleg við ykkur á Patró og Tálknafirði og sem hafi beðið mig að koma að því miður sýnist mér ekki tíminn vinnast til. Það er þannig í svona forsetaframboði að fjölmiðlar tóku tiltölulega seint við sér að vilja tala við okkur og ég sem er ekki eins þekkt og margir aðrir frambjóðendur, ég verða að taka þau tækifæri sem ég fæ til að tala í fjölmiðlum og þau eru núna bara nokkurn veginn að taka upp vel flesta daga. Mér langar svo að koma til ykkar þannig ég vona bara að þið kjósið mig sem forseta og bjóðið mér í fyrstu opinberu heimsóknina til ykkar. En þá aðeins að því hvaðan ég kem svo þið getið rakið ættir ykkar saman eins og ég veit að Vestfirðingar vilja gjarnan gera og svo vil ég hvetja ykkur til að senda mér spurningar ef ykkurar eru og ég svara þeim eins og alltaf þegar ég er í beinni af heiðarleika og hreinskiptni. En það er þannig að langafi minn hét Sigurður Pétursson og hann og Friðrika, langamma mín, þau hófu búskap sinn í Skálavík og byggu á Meiribakka landskeið og einnig á Minnibakka. Langafi minn, Pétur Sigurðsson, það er nokkurn veginn þannig í minni fjölskyldu að það skiptist á Sigurður Pétursson og Pétur Sigurðsson, en langafi minn Pétur Sigurðsson var sjómaður í Bolungarvík og einn af þeir sem kom á stofnun verkalýðsfélagsins í Bolungarvík. Þannig að eðlilega með þennan uppruna ákvað ég að hefja vegferðina í Bolungarvík, þar sem ég á ennþá skyldfólk og ekki allt sem ég þekkti áður en er að kynnast. Og þar tók á móti með nafna mín, hún Halla Signý og ég gerir ráð fyrir að þið þekkið hana. Þvílíkt ótrúleg kona, hún hlýtur bara eiginlega að vera skyld mér, hugsaði ég leið og ég hitt hana. Það er allavega eitthvað við alla vestfirskar konur sem heillar mig alltaf hvar sem ég fer. Hún fór með okkur í ýmsar heimsóknir í Bolungarvík sem voru óskaplega skemmtilegar og mér langar að segja þér Sigrún sem tókst á móti okkur í Dropanum að þetta er alveg frábær vara og ég er þetta er að halda mér gangandi núna í kosningabaráttunni þannig að takk fyrir það. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á frumkvöðlastarfi og þess vegna fannst mér sérstaklega gaman að kynnast Dropanum og ekki fannst mér nú síður gaman að heimsækja Hálfdán í Örnu þar sem er verið að vinna mjög mikilvægt og merkilegt frumkvöðlastarf og gengur vel. Hálfdán tók vel á móti okkur og sýndi okkur alla framleiðsluna og ég var sérstaklega spennt þegar ég sá skyr því að ég var í sveit í Skagafirðinum og þar lærði ég að búa til skyr á gamla mótan, móðurættin sé þessi vestfirska og þar lærði ég að búa til skyr og ég hef alltaf haldið upp á gamaldags skyr og ég var ægilega glöð að sjá að það var að koma frá Örnu núna og ég var líka glöð vegna þess að dóttir okkar hefur aldrei þolað laktósavel eða mjólkurvörur og þessar vörur eru bara mjög mikilvægar því það er margt fólk sem það á við. Nú við heimsóttum líka hana Stefaníu í Bjarnabúð í Bolungarvík og það var einstök upplifun að fá að fara og sjá alla þessa sögu sem er þar á bakvið þessa stórmerkilegu verslun. Ég get sagt að mamma mín sem er alveg upp í Djúpuvík og ég ætla að tala aðeins meira um ömmu og afa á eftir, að hún hefði elskað þessa búð og elskar hana alveg örugglega þegar hún kemur í heimsókn því að svona gamaldags kaupfélög hafa alltaf verið eitthvað sem að mamma mín hefur haldið einstaklega mikið upp á og það fékkst bókstaflega allt í þessari verslun. Þannig að það var ótrúlega gaman að koma þar. Við heimsóttum líka sundlaugina, það ger ég alltaf þegar ég kem í Bolungarvík. Mér finnst sundlaugin í Bolungarvík eitthvað svo skemmtilegasta sem er á landinu. Alltaf ég gaman að koma þar og þar voru fjörugur og skemmtilegar umræður í öllum pottum og þar hitti ég nú bara einn frænda minn sem gekk í fasið á mér þegar ég var að fá mig kaffi í sundlauginni þannig að þetta var ótrúlega skemmtileg ferð. Við vorum heilmikið á Ísafirði líka, það voru dálítið merkilegi dagar sem við vorum á Ísafirði því að þetta voru dagarnir þar sem að
Panamaskjölin komust í hámæli og fundur Sigmundar Davíðs og Ólafur fór fram og svona ýmislegt benti til þess það voru mörg ræðuhöld í beinni þennan dag og kannski pínulítið erfitt að ná athygli en við hittum allstaðar fyrir duglega Vestfirðinga eins og þeirra í Von og Vísa heimsóttum 3X frumkvöðlafyrirtækið. Já, ég veit ekki hvort ég eigi að kalla það frumkvöðlafyrirtæki ennþá en á sínum tíma var þetta frumkvöðlafyrirtækin í dag held ég að sé yfir 50 manns sem vinna á Ísafirði og það var virkilega gaman að sjá það metnaðarfulla starf sem þar er. Og það var líka alveg ótrúlega gaman að heimsækja Þórarinn í Fab Lab. Hann sýndi okkur það skemmtilegu vinnu sem nemendur þar eru að gera og við hittum nemendur, hún Auður frá Bolungarvík og með nemendur frá grunnskólanum í Bolungarvík og sýndi okkur hvað þau voru að gera og ég verð nú að viðurkenna að maður þarf að vera ansi góður kennari til að geta leiðbent krökkum í allir þessari nútíma tækni en krakkarnir vissu alveg hvað þau voru að gera. Og ég er fylgjandi nýsköpun og sköpun og vil að við kennum krökkunum okkar það því að það er svo margt spennandi að gerast í heiminum og það býður upp á svo mörg tækifæri og ég held að það sé lausnin á auknu frumkvöðlastarfi og auknum atvinnutækifærum á Íslandi og allt land. Þannig að það var sérlega gaman að sjá það metnaðarfulla starf sem er þar og þá gleði sem að einkenndi Þórarinn verkefnastjóra þar og Auði kennara og alla krakkana sem við hittum. Við fórum líka í stjórnsýsluhúsið og áttum áhugaverðar umræður og héldum opinn fund þar sem að auðvitað málefni dagsins var allt sem að var að gerast í landinu þessa dagana en alls það voru 4 umræður. Og svo var mjög gaman að fara í atvinnuþróunarfélagið og háskólasetrið og hitta hana Sirri hjá Impru og nýsköpunarmiðstöð sem að talaði við okkur meðal annars þá hugmynd að það verði til svona hringvegur 2 á Vestfjörðum og áhugaverð hugmynd og eitthvað sem að ég veit að til dæmis Írar hafa unnið í til þess að dreifa sínum ferðamannastraumi meira. Þetta fannst mér skemmtilegt samtal. Nú, ég gisti á Flateyri og í góðu yfirleiti hjá frænda mínum þar, fór í sérlega skemmtilega heimsókn til fólk sem tengist fjölskyldunum minni, þó ekki blóðböndum en sterkum böndum. Og þá ætla ég að fá að rekja aðeins meira ættir mínar en sem sagt afi minn, Sigurður Pétursson, hann fæðist í Bolungarvík og hann og amma voru lengst af og mamma mín er alin upp í Djúpuvík á Ströndum. Þar var afi útgerðarmaður og póst- og símamálastjóri og amma hún tengdi svona landsímann eða símann fyrir afa og afi var með hörpuna sem að flutti vörur til og frá. Þarna er mamma alin upp með sínum 10 systkinum. Mamma mín heiti Kristjana Sigurðardóttir og er þroskaþjálfi. Amma hét Ína Jensen og var kjördóttir Karls Jensen sem að kannski einhverju kannast við. En nafni mitt kemur frá Ísafirði. Ég sem sagt heiti Halla í höfuðið á Höllu sem þið sjáu á þessari mynd sem ég þykir óskaplega vænt en Gugga amma var stjúpmóðir afa míns, Gugga langamma mín og ég erfði upplutin hennar og margt af hennar persónulegu munum því að daginn sem hún Halla sem var eiginkona Kristjáns Leóssonar sem rak skóverslun á Ísafirði langt skeið, daginn sem hún var jörðuð var mér gefið nafnið hennar og ég fekk meðal annars að sjá myndir af mér frá skírnardegi mínum sem var því miður ótímabær jarðarfaradagur hennar Höllu, nöfnum hennar. Þannig að ég er svona aðeins að gefa ykkur hugmyndir hvernig ég tengist djúpum rótum. Og þetta er ættin rakin af bróður afa míns sem var oddviti og sveitarstjóri á Patreksfirði. En hérna er í rauninni mín ætt rakin í þessari merkilegu bók og hana hef ég nú lesið spjaldan á milli og hitt ættmenni mín bæði á Vestfjörðum og líka fyrir norðan, líka í mörgum heimsóknum hér allt land. Og ég vil bara segja við ykkur Vestfirðinga að það hlýtur að vera eitthvað sérstakt að vera að vestan. Því að hvert sem ég fer þá lifnar yfir fólki þegar ég segist vera þaðan. Og ég ýmist ég fæ allavega alltaf mjög jákvæð viðbrögð því. Þannig að takk fyrir að leyfa mér að fara í þetta ferðalag með ykkur í farteskinu. Nú ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra en ég tek við spurningum, ekki of flóknum ættarspurningum án þess að fá að fletta upp í bókinni, en endilega ef þið hafið áhuga að spyrja mig um afstöðu mína til einhverja mála, af hverju ég bauð mig fram eða hvers vegna, og hvernig ég sé fyrir mér forsetaembættið, þá megið þið senda mér spurningar, hvort sem það er núna eða síðar. Ég vona einlæglega að ég eigi stuðning sem flestra í rótunum og hlakka til þess að heimsækja ykkur og ég vona bara sem forseti. En hvort sem ég verð það eða ekki, þá mun ég halda fram að heimsækja Vestfirði því að þarna liggja ræturnar og að ganga sem að ég hef verið að gera í auknum mæli undanfarin ár Vestfirði er bara eins og fyrir mig að ganga ræturnar mínar og kynnast sjálfri mér betur. Þannig erum við með einhverja spurningar, Vigdís? Já, hún Halla Signý, vinkona okkar.
Hún kemur með spurninguna það liggur á okkur Vestfirðingum, það sem liggur á okkur samgöngumál, afhendingaröryggi rafmagns og líka jafnrétti til náms. Við veit að þetta ekki mál sem leyst á Bessastöðum, en hvaða áherslur getur forseti Íslands lagt á að jafna búsetuskilyrði í landinu? Já, takk fyrir spurninguna nafna, hún góð eins og þér von að vísa. Ég set á oddinn sem frambjóðandi og mun setja á oddinn sem forseti og bara sem manneskja yfir höfuð að ég vil búa á Íslandi þar sem jafnrétti fyrir alla, óháð kyni, aldri, búsetu, uppruna og fjárhagslega stöðu. Og á ferðum mínum landið og ekki síst á Vestfjörðum þá heyri ég vaxandi áhyggjur fólks af samgöngumálum og líka getu fólks til þess að styðja börn sín til náms sem ekki jafnvel í boði allstaðar landið. Ég held að það sé hagsmunamál, efnahagslega og samfélagslega fyrir okkur öll að halda landinu í blómlegri byggð og þannig getum við byggt undir nýju stóðina í samfélaginu. Sjávarútvegur og landbúnaður halda áfram að vera mjög mikilvægar greinar fyrir okkur en ferðaþjónustan vaxandi tækifæri en við getum ekki nýtt það nema samgöngur séu í lagi. Og auðvitað á ekki vera spurningu raforku eða nettengingu nokkurs staðar á Íslandi í ríku landi og við erum og á þessum nútíma sem við búum við því að til dæmis má auka aðgang að námi með öflugum nettengingum og ég veit að það eitthvað sem brennur á mörgum fyrir vestan. Þannig að ég vona að þetta svona skýri mína almennu sýn, það rétt hjá þér að forseti getur ekki beitt sér í þessu málum, þetta eru málefni Alþingis, en forseti getur tala fyrir því að við höldum landinu í blómlegri byggð og að við tryggjum þannig aðstæður að til dæmis frumkvöðlastarfsemi og menntun fái að blómstra allt land, þannig að við verðum ekki af neinum tækifærum. Við höfum mikil tækifæri og það skemmtilegasta við að koma í heimsókn núna á Vestfirði var að sjá hvað mikið að gerast í frumkvöðlamálum. Ekki bara þessi fyrirtæki sem ég nefndi heldur til dæmis Keresis og mörg ný fyrirtæki sem eru að blómstra og búa til störf og verðmæti úr þeirri náttúru sem við búum svo ríkulega að. Sigurður talar umhverfismál eru okkur fyrir vestan mjög mikilvæg. Mikið af atvinnu sem tengist náttúru Vestfjarða, sem sagt túrismi, fiskveiðar, fiskeldi, búskapur og fleira. Hver afstaða þín til umhverfismála? Já, takk Sigurður. Þetta frábær spurning og ég kannski segi ekki nógu mikið frá því að ég nota stundum orð sem ég ekki viss allir tengi við, en ég segi stundum að jafnrétti og sjálfbærni séu tvær hliðar á sama pening. En sjálfbærni ekkert endilega augljós í hugum allra. En það þýðir að hvort sem við erum að stunda fiskveiðar eða landbúnað eða aðra verðmætasköpun þá vil ég að við gerum það þannig að náttúran sé ósnortin og sé heil. Við eigum bara að skila börnunum okkar og næstu kynslóðum náttúrun eins og hún og það er svo augljóst á Vestfjörðum hvað eru mikil verðmæti í þessari ósnortnu náttúru. Þannig að ég bara mjög fylgjandi því að við setjum okkur sjálfbær markmið öllu, að náttúruverndarákvæði fari inn í stjórnarskrá, að við áttum okkur á því að náttúran og börnin okkar eru verðmætustu eignir okkar, eða fólkið okkar og náttúran. Þannig að ég vil að við setjum metnaðinn hátt í þessu og ég gaman að vita það að ég veit til dæmis að það fiskeldisfyrirtæki fyrir vestan sem að frendi minn með og sem að hefur nýlega fengið vottun, hvað þetta varðar, græna vottun. Þarna eru sóknarfæri fyrir Ísland og ég held að það færi okkur betur til dæmis í ferðaþjónustu að hugsa ekki endilega bara endalausan fjölda, heldur hugsa að vera kannski staður sem fólk velur og jafnvel eyðir þá eða fjárfestir stærri upphæðir í vegna þess að við erum græn og væn og náttúru væn og upplifunin hérna einstök vegna ósnortinna náttúru. Ég held að við ættum að hugsa mikið það. Það spurning í einkaskilabóðum sem koma líka hvað uppáhaldsstaðurinn á Vestfjörðum? Nú er farið illa með mann því það erfitt að gera upp á milli en ég sagði nú þegar við sátum við hádegisverð á Ísafirði að þegar maður horfir út á pollinn og hann spegilsléttur eins og hann einhvern veginn virðist alltaf vera á Ísafirði þá fæ ég alveg svona sérstaka tilfinningu en fyrir nokkrum árum gekk ég líka inn á Ingjaldssand og þar voru reyndar langafi og amma með bjuggu tíð á Álfadal, eða í Álfadal sem enn hægt að sjá, að þá fannst mér eitthvað alveg ótrúlegt við það og þegar ég gekk frá Ingjaldssandi Steinafjöruna sem var mjög erfið og hann Steini bóndi í Valþjófsdal sagði mér að maður bara skokkaði þetta á stuttum tíma en mér reyndist þetta mun erfiðara heldur en Steina að þá sá ég bara hvað okkar náttúra stórbrotin og
daginn eftir þegar ég stóð í Skálavík þá fekk ég bara einhverjar tilfinningar sem erfitt að lýsa. Þannig ég veit ekki hvort ég geti valið á milli að segja Bolungarvík eða Ísafjörður eða Flateyri þegar ég vaknaði morguninn og horfði beint út á sjó og sá fyrir mér að það væri hægt að gera svo margt spennandi og áhugavert á Flateyri að fólk hefði áhuga á að gera svipaða hluti þar eins og til dæmis á Siglufirði. Þannig að þú getur ekki sett mig í þessa stöðu. Ég elska Vestfirði eins og þeir leggja sig og bara keyra Vestfirðina dásemdin ein. Kannski má ég bæta við að fyrir nokkrum árum heimsótti ég Fljótavík með Ísfirðingum, vinum okkar á honum Venna Guðna og það var algjörlega einstök upplifun í alla staði. Þannig að við eigum bara svo mörg ósnortin tækifæri á Vestfjörðum og ég vil að við göngum vel þau en við getum gert mikil verðmæti og skapa spennandi störf allt á Vestfjörðum að mínu mati. Það svo mikið þar að bjóða. Gunnhildur spyr hvort að það þurfi að fjölga þjóðgörðum. Já, mér finnst umræðan þjóðgarða mjög áhugaverð og við fórum hjónin í skemmtilega ferð í fyrra þar sem við fórum niður Miklagljúfur í Bandaríkjunum, Grand Canyon, fórum í rafting og gönguferð 500 km niður Colorado ána og þar var þetta gert með mjög sérstökum hætti en eins og þið þekkið eru Bandaríkin margfalt stærri en við eða 300 milljónir og það fá einungis 22.000 manns að fá þessa upplifun árlega. Og við þurftum að safna í nokkur ár og bíða í nokkur ár til þess að komast og urðum að fara með leiðsögunum og urðum að skilja við náttúruna algjörlega ósnortna eins og við komum að henni. Okkur var kennt mikið í þessari ferð og þetta var í mínum huga ákveðin svona fyrirmynd að því hvernig við gætum staðið að hlutum víðar í ferðaþjónustu á Íslandi. Og þetta mikilvægt fyrir okkur að ræða hvort þetta séu áhugaverðar hugmyndir en mér finnst stundum þegar við ræðum svona hugmyndir þjóðgarður eða eitthvað annað, við vitum kannski ekki alveg hvað við erum að tala þannig allavega hvað mig varðar, þá hefði ég áhuga á að gera það sem ég hef áhuga á að gera mörg önnur mál sem varða langtíma hagsmuni okkar allra og það að halda þjóðfund og eiga samtal við fulltrúa þjóðarinnar í opnu samtali á netinu sem allir geta tekið þátt í slíkar hugmyndir. En ég held að það geti falist í þeim góð tækifæri. Nú hlýtur það að vera erfið ganga að vera í forsetaframboði. Ef þú berð saman við göngu þína frá Ingjaldssandisfjöruna yfir Valþjófsdal sem þú ræddir þegar þú komst á Ísafjörð, hvor var erfiðari? Hvoru tveggja bara ótrúlega skemmtilegt. Mér finnst þetta forsetaframboð miklu skemmtilegra heldur en ég átti von á. Það gjöf að fá að hitta frábært fólk allt land og heyra þeirra sögur og kynnast þeim og það var líka gjöf að ganga erfiðu steinagönguna frá Ingjaldssandi yfir í Valþjófsdal vegna þess að ég var í góðum félagsskap þá eins og nú. Þannig að hvoru gangan erfið þó hún reyni á, þá hún svo nærandi og ég veit hver að spyrja þessara spurningu. Það örugglega göngufélagi og jafnvel frændi minn. Þannig að ég ætla bara að segja að það var gaman það kvöld þegar maður var búin að afreka það og það verður gaman 25. júní hvernig sem gangan fer, hvort sem harðsperrur verða til staðar eða ekki. Jæja, þá ef það ekki fleiri spurningar sem ég að fá merki frá Vigdísi, þá vil ég bara þakka ykkur Vestfirðingum fyrir að vera með mér í beinni í dag. Þið getið alltaf hort á myndbandi og þið getið deilt því með öðrum og þið getið alltaf sendt mér spurningar og fylgst með öðrum útsendingum þegar ég tala í beinni við mismunandi landshluta og alla þriðjudaga klukkan 1. Takk fyrir í dag og eigið bara yndislegan dag, vona blíðan leiki við ykkur eins og hún gerir hér loksins á höfuðborgarsvæðinu.